Einar, stórkostlegur sigur í dag. Hvar eigum við að byrja? Bara eins og ég hef búinn að segja í öðru viðtölum, það er náttúrulega bara erfitt kvöld fyrir Þór Akureyri og í rauninni Þór í Þorlákshöfn líka því að á þess að kasta nokkur í rýrð á þessa stráka sem að lögðu sig alla fram og voru að berjast, þar að segja gestina, þá eigum við náttúrulega að vinna þá sannfærandi þegar þeir eru ekki með tvo sína bestu menn í vetur og ég er náttúrulega ánægður með það að hafa klárað það og sannfærandi, en spilum ekkert glansleik. Sondra fær Sindri líka brottrekstur í öðrum leikum. Það bara, ekki hjálpar það. Lítið búið að ganga hjá þeim þessum og bara, eins og ég, erfið staða fyrir leikinn og að lendi því að missa svona einn af sínum leikirmönnum út bara á fyrstu mínútunum náttúrulega bara flækir málið enn frekar, en eins og ég, þeir voru að berjast og djöflast og áttu góð mómenti, forsuðu okkur í einhverja tapaða bolta og þeir tóku fullt af sóknar, sérstaklega í fyrri hálfleik. Ég aftur á móti, við hittum ekki vel og mér er alveg sama það, það er ekki stóra málið, en ég er aftur á móti óánægður með það hvað við voru kærulausir á boltan oft á tíðum og sérstaklega í fyrri hálfleik. Ég er líka óánægður með það bara hvernig vörnin eftir fyrsta leikluta var bara hins haps og það er voðalega auðvitað að skilja sér á bak við það, menn ég er auðvitað með að einbeita sér, það er mikill munur og eitthvað þeim dúr, en það er samkeppni mínútur á gólfinu á okkur og þeir sem eru ekki í stóru mínútum eða koma inn og vilja meira og nýta hver tækifæri sem þeir fá fyrst og síðast á varnarvelli. Þar hefðu við klárlega getað gert betur og ég ætla ekki að skilja lykilmenn út undan í því, þeir hefðu líka getað gert einhver betur varnarna. En ég ætla ekki svo sem eitthvað þetta var flókin leikur og ég er ánægður með að hafa unnið það. En talandi mínútur á gólfinu og að dreifa álagi, ertu ánægður með menn sem kom inn og það náður að dreifa álagi mjög vel í þessum leik? Það var rótara mikið. Já, við erum það var ýmislegt sem við erum að pæla, við erum náttúrulega með eftir breyttar aðstæður með Þorstein í burtu, með Snorra í burtu, þá vildum við spila Óla Ragnar mikið áfram, þó að kannski það styrkti ekkert endilega því að hann er ekkert vanur því á síðari árum að vera að spila 30 mínútur í leik og DJ sömuleiðis náttúrulega er bara á sínum fyrstu metrum, faktist þetta er fjórði leikurinn sem hann spilar og hann þarf að vinna á bara leikformi, þannig að við þurftum að spila þá tvo til að mynda kannski meira heldur en hefði þurft, en já, ég er mjög ánægður ef ég bara svona byrja eins og með Styrmi, bara virkilega flottur og nýtti sína mínútur bara mjög vel og bara gaman fyrir yngri strákana að koma inn. Benni hefur ekki verið mikið á gólfinu í vetur og Sæmundur náttúrulega bara fyrsta skipti í hóp og fekk að fara inn á, þannig að það er bara kátína með það. Nákvæmlega. Heyrðu, takk fyrir þetta. Yes, takk fyrir þér.